Já, velkomin á Rauðaborðinu á Samstöðinni. Nú klukkan 8 og þá verða það fréttir. Hjá mér Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Við ætlum að byrja hérna á Samkeppniseftirlitinu. Hér fréttir frá Heimildinni. Samkeppniseftirlitið aðbyrðir bankana fyrir viðbrögð við vaxtadómi. Hvað er þetta? Það er að draga úr gleði þeirra eða eitthvað. Spill á fögnuðinum. Já, það kveður sér hljós í gærkvöldi í Mogganum, hagfræðingur frá Arion banka sem að segir það að eftir þennan dóm þá muni bara vextir hækka og það sé orðið meira áhætta að lána og boðar bara vaxta hækkanir að dómurinn muni vera til þess að við neytendur í greip bankana við hérna eigum ekkert gott skilið og lánakjör okkar verði bara enn verri og það spáir alkuli. Já, og Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum bara kvartaði strax, sendi Samkeppniseftirlitinu ábendingu þetta og Samkeppniseftirlitið er sem sagt bara skjótt við og er komin með harðorða ályktun þarna. Og það vill þannig til að við ætlum að kryfja þetta mál í upphafi hérna dagskrártíma Rauðaborðsins á eftir og hérna það má minna á það að þegar bankar eru að hvor að gefa öðrum línu það hvernig þeir ætla að hegða sínum vaxtakjörum samræmt hvort sem það er í öskjuhlíð eða utan öskjuhlíð. Akkurat. Þá varða það alltaf 6 ára fangelsi. Þeir eiga bara sameiginlegt fyrirtæki í Borgartúni 35. Akkurat. Já. Sem að ákvarðar vextina. Bankarnir, ég veit ekki, þeir bankarnir 3 eiga þetta samtök fyrirtæki í fjármálamarkaði fyrir þess? Já. Það er sem sagt svona eins og samtök atvinnulífsins eða samtök iðnaðarins félag. Nei, þetta eru fjármálafyrirtækin. Já. Samtök fyrirtækja á fjármálamarkaði. Mér hefur þetta að segja annað. Það er svona sambærilegt og samtök iðnaðarins. Það er svona fyrirtæki sem eru á fjármálamarkaði mynda með sér félag. Og það þykir bara til lagi. Ég held að það sé, en það myndi það standast, sko. Þannig að við reka saman félag eins og olíudreifingin, þið kannast við það. Þá voru olíufélagin áttu saman olíudreifingafyrirtæki. Þeir máttu það. Það voru sett einhver skilyrði, hvernig það var staðið að rekstrinum. Þannig að menn geta hist og talað einhver tiltekið málefni eins og að gera samninga við starfsfólkið eins og samtök fyrirtækja í fjármálamarkaði gerir semur við félag bankamanna, ég veit ekki hvað félag bankamanna heitir í dag. Ein af spurningu dagsins sýndan óvart á spilin þessi hagfræðingur Arion banka. Hann gleymdi að láta eins og það væri samkeppni á Íslandi en hann talaði eins og raunveruleikinn er. Já, einmitt. Þetta er ekki nógu gott strákar. Nei, þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum og það virðist engu máli skipta hvort við höldum upp á einhverja áfangasigra gegn þessum bönkum eða ekki, þeir koma alltaf með einhvern hótleik og láta eins og við séum bara þrælar í hlekkjum með engan sjálfstæðan vilja og það skiptir engu máli við hvaða bankastofnun við skiptum. Það er eitt alveg víst að bankin nærðir alltaf. Það er alveg sama. Bankin nærðir alltaf. Og hvort að banki A, B eða C skiptir engu. En kannski ætti það að vera þannig að félag lántakenda myndi semja við bankana vaxtakjör eins og gert eins og launafólk gerir við fyrirtækjaeigendur. Eins og til dæmis leigjendur gera í Svíþjóð. Þar samið stóru leigufélögin semja við félag leigjenda. Þannig að það gleymist oft að við getum haft það þannig að þeir sem eru margir litlir á markaði geta bundið samtökum og ég meina það tók verkalýðshreyfinguna langa tíma að fá samningsrétt. Kannski eiga bara lántakendur að berjast fyrir því að fá samningsrétt við bankana. Já, góð hugmynd. En við erum allir búin að vera lengi í þessum bransa og mér hefur fundist svona lotningarkennd þögn þetta hjá flestum fjölmiðlum, svona leiðandi fjölmiðlum dags í dag. Þetta er ekki aðalmálið í kvöldfréttunum í kvöld. Það er ekki minnst á þetta.
að Samkeppniseftirlitið sé kanna bankana. Já, þetta allt eitthvað svona voðalega höss og hérna... Þetta bara glerhart mál. Já, og þú veist, ef fjölmiðlar ættu einhvern tímann að standa með neytendum, þá það núna í þessari rimmu, í kjölfar sigurs. Þannig að vonandi spýta menn bara í lófana. Þetta grafalvarlegt mál. Já, stærsta frétti svona síðdegis út í heimi var að Trump lýsti því yfir að hann ætlaði að hitta Putin í Budapest, sem í Ungverjalandi, og ætlaði að reyna að ná frið í Úkraínu. Hann var nú að gefa þetta frá sér eins og fylgst með. Hann var vildi eiginlega ekki tengja sig, hefur alltaf lagt mig áherslu á það, að kalla þetta stríð Biden, hefði aldrei orðið á minni vakt og þau kannast við þetta svona fram eftir ári. Síðan reyndi hann að koma á friði, en það gekk ekki. Hann náði ekki að sannfæra Úkraínumenn og Evrópumenn að fallast að kröfum Putin, og Evrópa vildi halda áfram baráttunni, stríðinu, og þá fór hann bara frá því og sagði við ætlum ekki að leggja peningi í þetta, við erum til í að selja ykkur vopni, þið verið að finna fjármagnið. Þannig að hann svona búin að aðgreina sig frá þessu, og maður hélt að það væri svona staðan sem maður myndi halda í nokkra vikur. En það bara ekki þannig með Trump, hann bara dingla frá til. Hann fekk ekki Nobelinn og þá þarf hann að spila fyrir Karl Skauta og til að fá Nobelinn næsta ári. Karl Skauta við það. Já, þetta náttúrulega, hvað látið gott að vita að stríðinu linni. Já. En þarna hann að hitta Putin. Hann trúr því að það eru fulltrúar stórveldana sem ákveða hvernig heimurinn á að vera. Það ekki gett ráð fyrir að Zelenski verði þarna á fundunum. Nei. Þetta mikil tíðindi. Það þessu tengt að það viðskiptastríð vaxandi á milli Bandaríkjanna og Kína. Og kom svolítið í ljós í síðustu viku að Kína ætlar að svara með fullum þunga. Þeir tilkynntu það að þeir myndu endurskoða útflutningsleyfi á fágætum málmum sem eru nauðsynlegir í tækni hlutu ekki síst í hertól. Og Bandaríkjamenn brugðust mjög hart við og Trump hótaði háum tollum, og það út allt. Þannig að þetta New York Times, þetta í Financial Times og þetta allstaðar, það sem menn eiginlega að meta það hvort að Trump geti unnið Kína í viðskiptastríði. Af því að það þannig að í kringum Kína hefur verið að verða til bara ný heimskipan sem eru með BRICS og þeir eru með banka og þeir eru með fjárfestingarbanka og þeir eru með Belt og Braut og þeir eru með mikil tengsl við alls konar fyrirtæki líka. Þegar Trump hefur verið að setja háa tolla á til dæmis lönd í Austur-Asíu, þá skrifa menn undir það og sætta sig við það. Við erum að borga 19% toll eða 25% toll eða 35% toll, en svo bara hægt og sjá með það að menn að færa bara viðskiptin annað og þá einkum til Kína. Þannig að það sem menn að velta fyrir sér út allan heim, hvort að ef að Bandaríkin fara í tollastríð við Kína, hvort að það var ekki Bandaríkin sem að munu skadast meira. Og margt af því hvernig Kínverjarnir láta, það sé þeirra mat. Það sé sigurvissir. Þeir þurfa ekki að óttast. Ég hef reyndar heyrt það hjá mönnum sem eru svona góða einsýn inn í Kína, sem að segja það að Kína gerir þetta fullvist að það getur unnið þetta. En það líka fullvist að ef það sýnir Trump fulla hörku, að þá munu önnur ríki hafa fyrirmynd og gera það sama sem aftur styður ennþá stöðu Kínverjana. Þannig að þetta hörku spennandi. Ég ætla að tala í rauðaborði við Hilmar Þór Hilmarsson þessa stöðu og átökin í Evrópu. Við skulum fara Morgunblaðið skúpaði skýrslu sem var líklega dreift á alla borgarfulltrúa í gær, allavega þá sem eru í borgarráði, sem innri endurskoðun að fara yfir bensínstöðvamálið. En sjálfstæðismennirnir, þeir hafa látið þetta í mokkan. Andrés hefur notið að segja bróður, það ekki? Já, bróður. Enginn ber. Nefnir sér bróður. En það þannig Andrés Magnússon, bróðir Kjartans Magnússon á borgarfulltrúa. Já. En þetta mál sem að ég held að við höfum fjallað það á samstöðinni. Birtum út útreikning á þessu. Ég held að ég hefi metið það þannig og þá er ég bara að meta ef olíufélögin, þetta snýst
það að til þess að loka bensínstöðvunum sem að mörg voru runnin út á leyfi. Þannig að það var nú eitt sem að menn spurðu akkur þetta semja við eitthvað, hann á bara 3 ára eftir af leyfinu sínu að halda bensínstöðvuna. En það er samið það að þeir megi breyti sig yfir í byggingalóðir. Og ég tók byggingamagnin sem orkureitnum og svona mörgum svona þéttingareitum í borginni og mér minnir að talan hafi verið 8,5 milljarður sem er eiginlega verðmætið sem að Reykjavíkurborg gaf olíufélögunum. Og mér fannst þetta undarlegt. Ég veit að Sanna Magdalena í borgarfulltrúi sósíalista spurði þetta og gagnrýndi þetta í borginni og sjálfstæðismenn að einhverju leyti. Þarna kemur það fram. Niðurstaðan er svo að þetta sé ekki tilefni til þess að kalla þetta tilbaka eða ógilda samningana, en það er fundið að því að þetta hefði verið svona kæruleyslega gert. Þarna er fólk að fara með gríðarlega hagsmuni, eins og það sé bara að kaupa sér puls og kók. Já, og einhver niðurstaða að vísa allavega einhverju hlutamálsins til borgarlögmanns, skils mér, en ákall hjá sumum allavega í minnihlutunum að það sé nú kannski ekki, að þyrfti nú kannski að vísa þessu eitthvað lengra eða á aðrar slóðir. Þetta er svona, þetta er gráskýrsla, er það ekki? Dökk gráskýrsla, hún er kannski ekki svört. Það er margt sem að borgin hefur gert. Það til dæmis hefur verið gagnrýnt samningarnir við Balta upp í Gufunesi, þar sem að hann aukaðist einhvern milljarð eða eitthvað svoleiðis, bara með því að skrifa undir einhvern samning og flytja svo samningin yfir í svona uppbyggingafyrirtæki. Ef maður reiknar með hvað hinir lögðu til á móti og hvernig hans hlutu var, þá er þetta verðmæti svona sem er nálægt milljarði á núvirði. Það var á hans nafni. Og hann selur svo eigin fyrirtæki. Þetta hefur líka verið bent á þetta með Vatnsmýrina, þar sem þetta endar allt í sérstöku byggingafyrirtæki sem hann Vestmann á en ekki fyrirtækið. Það var bent á að einhver fór og kvartaði yfir því að hann verið tekið af honum lóð sem að hafi verið fengið svona hálfgjört loforðum við hliðin á íslenska erfðagreiningu einmitt í Vatnsmýrinni. Sá fékk að bæta einni hæð ofan á einhverja hótelbyggingu sem er reyndar að verða íbúðabygging núna ekki alveg í Valskverfinu, þetta er svona alveg á jaðri þessi, þetta sé ekki til ekki Valskverfinu. Og það er svona margt í þessu, sama með uppbygginguna niður í bæ, þar sem að fyrstu tillögurnar eru kannski 5 hæðir og 4. inndregin, svo endanum er þetta 6 hæðir og efsta inndregin. Það sem að menn eru, ég hef sagt að þetta borð að verktakarnir sem eru á þessu þéttingareitu, þeir geta haft bara mann í vinnu sem að liggur bara niður í bygginga dildinni og reynir að suða út og auka hæð því að þetta er svo gríðarlega verðmæti. Og þetta dæmi held ég sé með í ljótasta, það sem að hvernig borgin ráðstafar gríðarlegum verðmætum til einkaaðila, eiginlega án þess að það fari eftir einhverjum svona almennum leikreglum. Það er bara allt í einhverjir kallar sem að vinna bara í happdrætti lífsins, bara með því að vera nógu freykir. Tók eftir að Líf Magneuðdóttir, hún hefur í dag telt fram öryggisrökunum, það hefur svo mikilvægt að losna við þessar eldsprengjur hugsanlegar og úr einhverjum hverfum og reisa þarna eitthvað. Ég veit ekki hvað mér finnst þau rök, svo náttúrulega þetta með rafmagni líka, að þörfin fyrir þessa bensínstöðvar náttúrulega hún minnkar bara dag frá degi. Og suma voru að renna út líka á leyfi, það voru bara búnar með leyfi. Svo bensínstöðin sem við endan á flugbrautinni, þetta er ekki svona minni ekki meira það, að bensínstöð við endan á flugbrautinni, aðal flugbrautinni. Og ég, þegar ég var ritstjóri á blaðinu, sáluga, þá var viðtal við Gísla Martin, þá borgarfulltrúa, og það sem hann er að benda á bensínstöðina þar, og þau höfðu bara leyfi til 10 ára og nú eru komin eitthvað 20-25 ára eitthvað og þá breytist það bara í monni. Þetta er alveg ótrúlegt. Við nefndum sambandi við Líf af því að við vorum með könnun í gær frá Viðskiptablaðinu, Gallup gerði fyrir Viðskiptablaðið, þar sem VG mælist ekki inn í borginni. Og þá var ég að nefna það að mér finnst Líf borgarstjórinn sem að Samfylkingin er að bæta við sig. Mér finnst að því að þú er með borgarstjórinn og þú eiginlega velur í hvaða mál þú ferð, hvað þú ætlar að koma fram og verja eitthvað. Ef það eru vondmál eins og þetta, þá er alltaf Líf send. Þannig hún hefur tekið vondu málin alveg hvert af þetta öðru. Þetta er reyndar að verða að hafa í huga, þetta er á hennar vakt. Þetta er gert sem sagt áður en Framsóknarflokkurinn kemur inn og áður en VG fer út. Þannig að þetta er Píratar, VG, Samfylkingin.
Já, en þetta frá fyrra kjörtímabili líka. Já, þetta þá, þegar þau eru svo fara þau út og Framsókn kemur inn, VG fer út en kemur svo aftur inn, þannig að þetta á vakt VG meðal annars. Já, en við munum líka eftir Kastljós þættinum sem að hafði nú hikstað og gekk illa að ná fram úr og menn voru nú eitthvað svona mishrifnir af honum, en þar var þetta nú persóna gert svolítið mikið í kringum Dag B. Eggertsson. Já, hann varði þetta, ég menn eftir því þegar ég var til þess að skrifa þetta og finna þessu, þá var hann alveg mjög keikur á þetta og verið frábæri samvikar. Ég held að þetta staðstæðist ekki skoðun, sko. Það er ekki í lagi að það sé verið að deila út almanna gæðum með þessum hætti. Sér eins og birkimeldum. Þú verður að gæta þessi eitthvað réttlæti í samfélaginu. Sko. Kom ykkur svakalega bókma, það sem sjálfbensínstöðin er á birkimeldum. Með það líka eitt, sko. Þannig er þetta þessi lóð sem er á milli háskólans, af því að háskólinn er komin í Hótel Sögu, þjóðabókluðunar og hús íslenskra fræða. Þarna vil svo til að skelfingur á einhverja smá eða hafði útlutað með leigulóð. Með þessu samningi þá fá þeir eignalóð þarna að fara að byggja einhverja íbúðarhús þarna. Ég hefði geymt þessa lóð fyrir háskólan, sko. Það er örugglega að halda bara mjög fljótlega. Akkur hefur verið að láta einhverja braskara félag á vegum Skeljungs. Allt er komið íbúðarhús þarna með við Birkimillin. Það sem er raunverulega bara háskólasvæðið. Alveg óskiljanlegt, margt í þessu. Nefndi að vera félagsstofnun stúdenta, ég veit það ekki. Herðu, við skulum fara til Gaza og Al-Jazeera segir það að Ísraelsmenn drápu 3. Það getur verið að hafi bæst við. Ég tók þetta einhvern tímann svona í eftirmiddaginn og Trump er að hóta að fara inn. Þetta er svona bara til að minna okkur á að þetta vopnahlé þarna er ákaflega viðkvæmt. Og getur allt gerst. Heldur ekki vatni? Nei, það vantar náttúrulega í það eitthvað fyrir þá sem urðu fyrir þjóðmorðinu, sko. Þeir eru eiginlega ekki að fá neitt þetta. Það eru líka verið fréttir í dag, ég er nú ekki með þar, að það eru svona svolítið vargöld, þar sem að ísraelski herinn hefur dregið sig tilbaka, að þar hafa verið vopnaða sveitir sem ekki bara Hamas, sem hafa verið að fara með svona gripdeildum og eins og oft er það náttúrulega búið að splæsa samfélaginu og bara það búið að brjóta það niður og þá vaða menn uppi sem eiga byssur og þá var það svo sem að ræður sem hafa vopnin. Það er ekki hægt að segja, býttu, hvar er ekki einhver stjórn á þessu svæði, hvar er ríkisstjórn Hamas og það er náttúrulega, það gerist ekki þannig. Þannig að fara mennum og jeppum með vopn og hver er sjálfum sem mestur. Þetta er eins og í Mad Max veröld. Menn eru soltnir, smánaðir og barðir og búin að missa nánustu ættingja. Eitt sem er frétt frá Guardian sem er að Ísraelsmennur líka skilja líkum eins og Hamas og þar kemur fram að þau bera merki að hafa verið píntuð þeir sem dóu í varðaldi og jafnvel þetta séu aftökur sem eru þá án dómsúlaga. Það eru bara drepnir. Þetta er hvorum megin? Þetta er lík sem Ísraelsmenn er að skila Palestínum. Þau eru miklu fleiri heldur en hinum megin, og það ber merki þess að sem allir svo sem vita að Palestínumenn sem eru í haldi Ísraelsmanna að þeir hafa enga rétt. Haaretz sem við veitum oft í sem er svona stjórnarastöðublað í Ísrael að þeir eru að fjalla það hvernig Hasbara það sem er kallað svona diplomasíuna að halda upp í málstað Ísraels út allan heim og eru þá líklega Ísrael lobby í Bandaríkjunum hluta af því og þeir eru eiginlega að fjalla þarna hvernig Gaza hefur alveg grafið undan allri vinnu við að byggja upp orðstíð Ísraels út allan heim að sé eiginlega bara í algjöri rúst og þeir eru að vitna í kannanir að staða Ísraels í svona könnunum hefur aldrei verið lakari. Ég fór og kíkti á þetta, ég held þessi 167. sæti á listanum sem að til dæmis YouGov gerir út allan heim og undir Palestínu. Sem er velti fyrir ykkur aflinu sem er notað til þess að halda uppi orðstíð í Ísrael sem er bara
flóknasta utanríkisþjónusta í heimi og öflugasta leyniþjónusta í heimi, Mossad, að með höfðatur að þeir eru það er allt runið og það sem að menn eru að horfa á núna því að það er margir Ísrael sem eru að vonast til þess að það verði friður, svo sé hægt að halda kosningar og það sé að losna við Netanyahu sem ég veit ekki hvað er raunhæft, en þá eru menn að benda á það sko hvaða rústir hann skilur eftir sig. En að því að við verðum að minnast á stöðu þjóða samkvæmt svona könnunum, þá kíkti ég á hvað Ísland væri. Við erum númer 8, en við erum 9 fyrirgjöðu á milli Ítalíu og Spánar. Og sjáum við Fame, þetta nú bresk könnun. Fame það að þú skott að þeir sem að taka þáttu könnunni viti landið. Það vissu allir hvað Ísland var. Já. Og svo það eru 4% sem líkar ekki við Ísland, 72% sem eru ánægðir með Ísland og 24% sem taka ekki afstöðu. Þetta er náttúrulega fáránlega góð staða fyrir svona lítið land. Ég rúllaði eftir svona lista. Þú finnur ekki svona fámenn lönd svona ofarlega. Nei. Þannig að Ísland í hugum til þess Breta og ég held að sé líka við Bandaríkjamanna. Við ræddum þetta svolítið þegar við vorum að ræða ferðaþjónustuna fyrir vikunni, að Ísland er stórt land í netheimum. Þannig netheiminn breyta öllu. Þá skiptir ekki máli hvort þú sért sko langt út í hundsrasi, hvort þessi fámenn, en svona hugmynd fólks Ísland. Ísland er kannski stórasta land í heimi. Listir, íþróttir, ferðaþjónusta og skandalar. Ég finnst sko, eftir jafnteflisleikinn við Frakka, hvað heitir hann, Deschamps, þjálfarinn þeirra, að þá talar hann Ísland bara nánast eins og jafningjar, sko. Það er svona virðingin fyrir Íslandi. Já, eftirtapið. Eftir jafntefli. Þá er hann að tala sko, Ísland átti jafnvel skilið jafntefli út í París og þessi merkilegt lið og svona, að við erum í úrslitum í öllum þessum boltaíþróttum, bæði handbolta, fótbolta, körfubolta. Þetta er stórmerkilegt. Svo hefur við rosalega mikið verið í erlendu pressunni út af eldgosunum á Reykjanesi líka. Svo það er náttúrulega líka. Ég skoði á sínum tíma að hverju fólk var að googla í heiminum. Og þá sér maður náttúrulega mjög fljótlega að Eyjafjallajökull er eitthvað sko stórkostlegasta PR-gjöf sem að nokkur þjóð hefur fengið. Það rauk bara upp úr öllu valdi. Og ég stundu sagt frá þessu sögu að ég var að ferðast í Afríku á þessu tíma og fór víða að skoða svona þorp. Það vildi svo til að ég var að ferðast með manni sem var eiginlega að leita þorpinu sínu sem hann ólst upp í, en var eiginlega horfið. Og við fórum í alls konar þorp og meðal annars í þorp sem að voru eiginlega, myndi ég segja, steinaldarþorp. Og við komum inn í það. Og þá fer maður alltaf fyrst og hittir höfðingjan, það er bara til síðs þarna, og hann fer á undan og tala við höfðingjan og spyr hvort að við megum labba og skoða okkur. Þetta var eins og maður væri komin á steinöld. Og hann fer og tala við höfðingjan og svo kemur hann tilbaka og segir, hann vildi senda ykkur, sjálfsagt að þið skoði hann vildi senda ykkur mjög hlýja kveðjur og var að spyrja hvort að hann geti gert eitthvað okkur til aðstóðar, af því að hann hefði heyrt að eldgosunni í Eyjafjallajökli. Þannig að ég hef sagt þetta að þetta var svo stór frétt og náði allanlið aftur á steinöld. Þetta er svo stórkostleg frétt að fjall stöðir flugumferð. Þetta er bara svo dramatísk frétt. Næst í svona tindur var Ísland á EM sem að þegar við feldum til dæmis englendinga úr keppni, það vakti náttúrulega athygli út allan heim. Já, það var gaman þegar við vorum út á Spáni svolítið, vorum að spila golf við englendinga, það var svolítið gaman. Út af þessu? Já, út af þessu, já, þeir bara, þeir buktu þessu og beigðu, sko. Herðu, það er frétt af honum Kourani. Já. Hann er alltaf með hennan hörðulega vöksup. Hann lítur út eins og svakalegu maður. Kannski er það því að við vitum svo margt hann. Hann hefur náttúrulega verið hryllilegu fangi og nú er hann komin á Klepp og það hefur verið kallað á sérsveitina til þess að hemja hann. Er ekki búið að fara með hann aftur á hraunið? Kannski er ekki hægt að halda hann inn á Kleppi. Nei, ég held einhvern veginn. Það er sem sagt Sýrlendingar hafa samþykkt við að taka mót honum. Já. Þeir hafa samþykkt að taka mót honum. Hann væntanlega fer úr landi fljótlega. Það var verið að keyra í gegn mál í þinginu í dag. Við höfum svolítið rætt þetta í sumar, hvernig ríkisstjórnin myndi bregðast við því það var svo mörg mál sem var brýtt undir teppi. En eitt mál sem er að brenna inn á tíma vegna þess að það er ekki lögum styrki til fjölmiðla sem að fór í nefnd í morgun. Þar lagði stjórnarandstaðan til þess að þið dregið tilbaka. Hugmynd Loga er að vera eiginlega bara með sömu lög og voru í fyrra.
sem runn út en breyta því að í gömlu lögunum var þannig að engin eitt fjölmiðill mætti fá meira en 25% af heildar upphæðinni. Já. Og hann vildi fara með henni í 22% sem nú ekkert svona stórkostleg en þetta tengist náttúrulega bara Morgunblaðinu og Sýn. Það einu fjölmiðlarnir sem geta náð þarna upp í þak. Og landsbyggðarmiðlar einhverjir fá auka fé í staðinn. Það verður smá svigrúm fyrir. Já, þeir eru að gera það. Þeir eru að færa yfir til. Já. Og þá spyr maður... En eitt agalegt við þetta, eftir að byrja þá, þetta skulle alltaf vera til 1 árs. Já. Það hugmynd Loga að koma með einhverja betri fyrirkomulag. Já. Og hann ekki að ná því, þannig að hann að framleggja 1 ár. Þetta þvingandi svona að þetta sé einu sinna ári. Að fjölmiðlar þurfa að... Þeir eru bara ekki náð samkomulagi hvernig kerfið á að vera. Þessum bara haldið áfram að tjasla þessu skrefið. Það stjórnvald að gera, koma alveg skikk á þetta. Hafið þið séð ykkur að tillögu frá Loga hvernig það ég verið til framtíðar? Nei, hann hefur eitthvað rætt að hömlum verði komið á auglýsingar Ríkisútvarpsins í einhverju mynd. Þetta sé samkomulag það? Þeim verði breytt eitthvað, ég veit það ekki. Nei. Það var nú haft á orðið á þingi afgreiðslunni í dag að ríkisstjórnin væri greinilega ósamstæð í þessu máli, maður svo sem veit það ekki alveg. En þetta allavega einhver áfangi þótt að sé bara tjalda til einnar nætur og En ég kannski verið ekki að lítið úr þessu, þannig að hækka þakið, hvað stóru geta fengið mikið af pottinum. Miðað við stykkina í fyrra þá það svona 15 milljónir sem að styrkurinn til mokkans verði minni, þannig að fyrir aðdóndu mokkans það þess virði að berja sér. Það sér ekki högg á vatni þegar fá þetta inn á tekka til við sitt, það sér ekki högg á vatni maður. Hún var alveg gríðalega... Þetta bara henni, þeir eru alltaf tapað peningum og þetta bara henni, ég held að það sé... Gríðalega polariseruð umræðan meðal þingmanna. Þeir hafa tapað svona 1 milljón á dag, þannig að þetta þá rekstur í halva mánuð. Já, þetta var... Já, það svo. Maður fann mjög fyrir, ég fylgdist með þessum umræðum á þinginu í dag. Já. Mjög polariseruð eftir því hvort fólk styður mokkan eða ekki og Sýn svona fær að lafa með en þetta snerist voðalega mikið Morgunblaðið. Það svona liggur undir þessu öllu og svo náttúrulega þessar gömlu fréttir eftir nýbúðmynda ríkisstjórnina og ráðamennin Flokks fólksins að gagnrýna fréttir. Sigurður Þórðarson mjög hvasst og sagði raunverulega þetta endurskoða styrkinn. Já, og svo hann lækkaður. Það sannlega ekki heppilegt. En hins vegar yfirleitt það sem þetta ég þekkti þetta aðeins fyrir einhverjum árum síðan að til þessi Noregi þá var það sem sagt númer 2 sem var að fá styrkinn af því að það svolítið auglýsingamarkaðurinn þannig að sá sem stæðstur hann sópar allt til sín þannig að þeir voru með svona útdelingu þá þar sem þeir voru að styrkja númer 2 þannig að það er ekki endilega að þú eigir að styrkja nákvæmlega eins og markaðurinn hefur skilið fjölmiðla umhverfið eftir sem ekki að krafa mokkans vegna þess að sá stærsti hefur mestar bjargir til þess að þrífast áfram að afla þess tekna. Það var þess að fréttur og rúf og svo fór þetta bara í gegn í eftirmiddaginn. Þannig að við varum eina fréttar rúf það. Það ætlum að ræða þetta betur eftir eða ekki? Já, svo kemur hann þingflokksformaður Samfylkingarinnar, hann ætlaði að ræða þetta mál, kannski ræðu þetta og eitthvað annað í þinginu. Hann kemur hér bara eftir í lok okkar umræðu, bara í beina útsendingu og ræðir þetta. Guðmundur Ari Sigurjónsson. Já, það er rétt. Þingflokksformaður Samfylkingar. Í Frakklandi, það er hann Sebastian Lecornu sem við höfum nú verið að gera grín af að hann í starfinu sem enginn vill, það var forsætisráðherra Frakklands. Hann stóð að sér 2 vantrauststillögur í dag. Og það er meðal annars með því að henda út tillögum Macron hækkun á eftirlaunaldri. Ég tók ég veit ekki hvað það á að þessu, þetta úr Líberasjón, hvernig þingheimurinn skiptist. Græna þess að þeir sem að greiða atkvæði með vantraustinu og þú þarna með lengst til vinstri þetta flokkur Mellansjón og svo fyrir neðan það kommunistanir, svo græningjarnir sem að kjósa þarna vinstra megin og svo ertu með þjóðfylkinguna og enn harðari ný hægra flokk hinum megin. Þannig að miðjan í kringum sem að heldur lífi í Macron og það er líklega það sem verður ríkisstjórnin úr þessu. Þannig það sem að gerist að
að sósíalistar og gólistar pluss hérna flokkar sem hafa verið að fylgja Macron munu sem sagt halda lífi í einhverju ríkisstjórn. Þannig verður það. Herðu, það var viðtal við hérna formann félags flugumferðarstjóra á RÚV. Hann heitir Arnar Hjálmsson. Hann var ákveðinn í því að sækja launahækkanir. Þetta ekki vinsælasta stéttarfélag landsins þegar þeir fara í kjarabaráttu. Nei. Ég var einmitt að skoða að meðallaun þeirra fyrir 2 árum voru rétt kringum 1,5 milljón sko og örugglega ýmsir með miklu meira. Þannig að þetta eru 2 milljónir króna menn, margir. Þeir hafa góða aðstöð til þess að fara í verkfall. Þeir hafa mjög góða aðstöð til þess að fara í verkfall. Geta loka landinu. Já, og íslensku flugumferðarsvæðinu sem mikið stærri það. Já, þannig að verður stöð og þurfum að fljúga langt suður í hafi. Og Bandaríkina held ég stoppi líka. Ég hef ekki alltaf skilið þessi rök, þeir segjast þurfa að vinna svo mikla yfirvinnu og eitthvað svona. Mikil ábyrgð. En hverju breytir kjarahækkunum það? Ábyrgðin örugglega, það bara er ekki að fjölga þeim nokkra er það ekki bara málið frekar en Þú getur gert eins og Ronald Reagan, hann setti bara herinn og lét hann taka yfir, hann drap eiginlega, þetta eiginlega svona algjör tímamót í baráttu hérna hægrimanna í Bandaríkjunum gegn verkalýðshreyfingunni. Við höfum ekki hér. Það var þegar Ronald Reagan sendi lét herinn taka yfir. Nei, þetta verður að bjargast, það bara fyrir þess. Og einhvern tímann þá voru þeir að deila nýfrjálshyggju Albert Guðmundsson og Davíð Oddsson. Og hérna Davíð svona taldi að Albert vissi ekkert nýfrjálshyggju, vissi ekkert hvað var að sagða því að hann var bara illa við þetta. Hann náttúrulega tilheyrði svona gamaldags hægrimennsku sem var öðruvísi. Og þá hérna sagði nýfrjálshyggja, sagði Albert, það þegar maður sigar lögreglunni á slökkviliðið. Sem svolítið snjallt það var út af þessu verkfalli sem hann sagði þetta. Það ekki út af verkfalli flugumferðarstjóra að þá féll hlutabréf í Icelandair í Kauphöllinni í dag. Það að þeir gáðu út afkomuviðvörum, þannig að það horfir verr en að vera yfir. Ég fór á Nasdaq og skoðaði hérna kort, þetta gengi Icelandair. Ég sjáu að það hérna hátt upp í 2016 og 2017 þegar í hápunkti hérna ferðamannabóluna þegar hún var að koma. Þarna áttu lífeyrissjóðirnir og seldu út. En síðan hefur bara gengið mjög illa í rekstrinum. Og þið sjáu að línan eiginlega búin að liggja niðri alveg frá COVID. Og í Ameríku þetta kallað svona sentbréf eða túkallabréf eða þannig að Icelandair hefur hangið í kringum eitt. Ég var með annað því að það ekki hægt að greina neitt mun þarna. Þetta hérna síðustu 12 mánuðir. Og þið sjáu þarna hækkar aðeins þarna í lokin það playa fara á hausinn en það komið neðar eiginlega heldur en það var þetta ekki börð upp það svo að, ég veit ekki hvort að segja eitthvað viti mati fjárfesta en þeir viljast ekki meta þetta félag neins. Herðu, gott að maður ekki bréfi flugleiðum, segi ég nú bara. Trump, hann gefið leyniþjónustunni heimild að drepa Maduro og aðra sem það þarf að gera. Hann bara að tala svona ofböfulega. Hvað er þetta að segja? Hann segir að eiga að vera með einhverjar aðgerðir til þess að setja þá í að myrða forsetann. Ég ætla aðeins að fá að taka hann er að skjóta höllu þegar hann var hjá honum. Ég ætla aðeins að taka nokkrar Trump-fréttir að hann Milei forseti Argentínu, hann eru 2 kallar með skrautlegt hár. Hann sem sagt búinn að vera pesóin að falla og hrynja og hann kemur og að biðja Trump stuðning að fá peninga til þess að styrkja pesóin og jafnvel eru hugmyndir það að hann muni leyfa að taka upp dollar með stuðning í Bandaríkjanna og svo segir hann það að hann sé til að gera þetta allt saman en bara ef að flokkur Milei vinni í þingkosningunum sem framöndan
og þá verður allt vitlaust í Argentínu að þarna sé Trump að skipta sér af niðurstöðum kosninga og til að láta peninga, þetta sé mútur að því verið að kjósa hann, þá mun ég bjarga efnahagnum og það verið að tala það svona í Argentínu, hvort að þetta muni snúast í höndunum að þeim. Annað Financial Times, við vorum með frétt sambarlega úr New Yorker, ekki fyrir svo löngu síðan, ef við fáum Financial Times upp, þá þarna verið að tala hvað Trump hefur greitt ógeðslega eins og sagt á svona Bitcoin fyrirbrigðum sem hann hefur sjálfur búið til og hann græði mikið á því hann leyfi lífeyrissjóðunum að fjárfesta í þessu, þá ríkur verðið upp og þá selur hann gríðarlega, ekki bara í sinni eigin mynd sem hann bjóð til, heldur í öðrum. Þannig hann verið að tala að hann sé búin að græða 1 milljarð dollara sjálfur, persónulega, frá því að hann kom að embætti fyrir 9 mánuðum og það þá 120 milljarðar íslenska króna sem hann búin að stinga í vasan bara út af þessu braski. Einn og ekki spillingarinnar. Já, og ég held að ára með Trump. Það stríðsmálaráðurann. Hann setti reglur ef þú ætlar að fá að starfa inn í Pentagon og fá upplýsingar frá hernum að þá verður að beygja undir það að við fáum að lesa allt yfir sem þú segir. Svona meir og minna var það krafan og þeir áttu að skrifa undir það. Ég veist þessi mynd alveg svo fyrir blaðanu svona í heiminum þarna rúkar allir út. Það meiri segja Fox fór. Já, það þó gott. Þetta fannst mér, þetta var góð mynd. Herðan hingað komið gestur? Já, það komin hingað gestur. Vertu velkominn, Guðmundur Ari Sigurjónsson. Kærar þakkir og gaman að sjá okkur. Sömuleiðis, þakka þér fyrir að bregðast okkar kalli. Við vorum aðeins að ræða fjölmiðlafrumvarpið áðan. Já. Þennan áfanga sem náðist til 1 árs. En þetta náttúrulega bútasaumur og það féllu stór orð. Það var svartur dagur fyrir lýðræðið. Já, þetta var nú svolítið dramatískt í þinginu í dag. Það náttúrulega mjög mikilvægt að við séum að ná að klára þetta. Það hefði náttúrulega að klára þetta í vor, bara til að tryggja fyrirsjáanleika einkarekinna fjölmiðla að það voru konar væntingar varðandi þessa styrki en þeir eru boðaðir á þessu ári. Ný ríkisstjórn tók við fyrir 9 mánuðum síðan og ákvað þá að framlengja þessu styrkjakerfi 1 ár á meðan unnið að heildarendurskoðun á umhverfi fjölmiðla. Svo geti verið til fleiri ára heldur en 1 árs. Já, og bara taka líka allt kerfið undir. Það var líka skoða hlutverk Ríkisútvarpsins, hvernig það er á auglýsingamarkaði, dagskrárgerð og fleira. Þannig að það er allt undir þar og reyna þá að leggja til eitthvað framtíðar fyrirkomulag varðandi fjölmiðlun á Íslandi sem þá, markmið að skapa fyrirsjáanleika til fleiri ára. Þeir eru ekki verið að lengja þessu því að gæti verið þannig að fjölmiðlunum myndu deyja á leiðinni. Já, en eins og ég segi, það var mjög mikilvægt að við klárum þetta mál í dag. En mér skilst á þingmálaskránni sé þetta frumvarp dagsett í janúar. En ég reikna með að Logi sýni þó á spilin þessa vinnu sem hann er búinn að vinna niður í ráðuneyti. Hann gerði nú eina breytingu á frumvarpinu, þetta er náttúrulega framlenging á útfærslu sem síðasta ríkisstjórn var með, en hann gerði þó eina breytingu sem snýr að því að í staðinn fyrir að hlutfallið væri að hámarki 25% sem að fjölmiðlarnir fengu endurgreitt, að færa það niður í 22%. Það er sá hluti sem að stóru geta fengið mest og á bara við mokkan og Sýn líklega, það er einu sem að geta rekist upp í þetta þakk. Já, ég hef nú ekki lítið algjörlega á útreikningana hvernig það heitir þannig, en ég sé að það heitir þá alltaf vest fyrir, en það sem er lykilatriði í þessu. Þeir taka þá ca. 15 milljónir frá mokkanum og 15 milljónir frá Sýn. Já, en það sem er verið að gera, það er ekki verið að taka, það er ekki verið að lækka styrkina, upphæðin verður svo sama, það verða 500 milljónir. Á síðasta ári var sótt 940 milljónir, ef ég mann töluna rétt, þá næstu í tvöföldun. Þannig að þetta er verið að tryggja betri dreifingu á þessum styrkjum og markmiðið með þessum styrkjum er að taka á ákveðnu markaðsbresti sem er í íslensku fjölmiðlaumhverfi, sem þetta er lítið málumhverfi og við viljum samt vera með sterka einkarekna fjölmiðla og helst hafa það út all land. Það er mikilvægt upp á það að vera að segja sögur úr héraði, fréttir af sveitarstjórnarmálum og öðru sem að stóru miðlarnir hafa kannski ekki, hendar ekki þeirra stefnu að fjalla mjög ítarlega Ég tók nú alltaf dæmið, ég held að sé komið núna rétt ár síðan að Nesfréttir, fjölmiðillinn í mínu sveitarfélagi, laðist af og eftir það þá hefur rauninni sára lítilega nánast engin umfjöllun verið sveitarstjórnarmál á Seltjarnarnesi, skipulagsmál á Seltjarnarnesi. Þessi litlu miðlar, þeir skipta svo miklu máli fyrir lýðræði í landinu. Þú ert að tala hér við ritstjóra Héraðsfréttablaðs fyrir norðan til margra ára, Akkúrat, en þú þekkir hversu mikilvægir þessi miðlar eru og hversu erfitt rekstrarumhverfið er. Það má eins og segja að hann hefði nánast hrakist frá
störfum vegna þess að hann var með sinn héraðsfréttamiðil, hann að segja bara allar fréttir. Þannig það ekki. Þannig að mikið af þessum miðlum sem að þið ætla að vera að styrkja eru nú með svona meira og minna karlakórafréttirnar og það var góðar fréttir. Það skipta svo sem máli, en einhver leiti kannski yfir neti tekið það yfir. Ég held að allur gangur á þessu sko. Við höfum alveg fengið erfiðar og krefjandi og gagnrýnar fréttir frá héraðsfréttamiðlum, sérstaklega þegar ríkisstjórnin kannski að leggja eitthvað til sem að bitnar mishart á mismunandi landsvæðum. Það láta þessi miðlar alveg vel í sig heyra og það skiptir máli. Þetta er mjög á móti tillögum Eyjólfs innviðaráðherra sameiningu sveitarfélaga. Til dæmis. En það er kannski sko stóra myndin að þessir stærri einkareknu fjölmiðlar, þeir eru náttúrulega í gríðarlegu basli. Við erum hér bara vinnum allan sólarhringinn, nánast undir mannaðir rétt, við lefum döðan og skelum við rétt svona náum að lifa sko, og þú ættum ekki smá kallar hérna, það er mikil reynsla og saga. Sko, eldarnir eru svona hægt og rólega að granda sjálfstæðri fjölmiðlun á Íslandi. Það er svona upplifun okkar, ég held ég geti talað fyrir hönd okkar allra þriggja. Og alvara málsins virðist kannski þingmönnum ekki alveg ljós. Í morgun þá er þetta tuð það að Mogginn sé að tapa aðeins og það sé vegna þess að Flokkur fólksins hafi hótað þeim öllu illu og lækkað síðan styrkina og eitthvað svoleiðis. Og þetta er svona með á móti Mogganum. Ríkisútvarpið svakalega dæmi á markaðinum. Jú, það kom til tals og menn svona hnýti í það, en sko að öll einkarekin fjölmiðlun sé ríkisrekin með einhverjum hætti eins og núna er á sama tíma samt og allt að reiða til falls. Þetta er rosalega stórt verkefni. Já, þetta er rosalega stórt verkefni og það er einmitt ástæðan af hverju menningarmálaráðherra hefur boðað þessa heildarendurskoðun til að reyna að efla umhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi. Þú tókst dæmið umræðina niður í þingi í dag og sagðir með og móti í Morgunblaðinu. Mín upplifun var nú einfaldlega sú að meirihlutinn talaði einfaldlega fyrir málinu og þessu markmiðum að dreifa styrkjunum betur byggðir landsins. Það var enginn að tala gegn einhverjum fjölmiðlum, en hins vegar vissulega var minnihlutinn mjög upptekinn af því að reyna að mála það svona í því ljósi. Og það var svona ákveðið pólitískt leikrit á þeirra hálfu og við erum það bara við þá. En mjög mikilvægt að halda þetta til haga að það var engin umræða hálfu stjórnarlega að tala gegn einum eða neinu fjölmiðli, þeir skipta allir máli og þó að sumir fjölmiðlar séu vissulega stærri en aðrir, að þá vitum við líka að rekstrarstaða þessar stærri fjölmiðla er ekki mjög sterk. Þannig að það skiptir máli að taka þetta umhverfi til gagngerrar endurskoðunar. Annar angi málsins sem var svolítið svona ríkjandi í umræðinni í dag var það að þetta einfaldlega bara taka RÚV af auglýsingamarkað og þá myndi allt leysast það sjálfur sér. Ég persónulega held að það sé svolítið svona barnaleg nálgun á verkefni því að allar greiningar sýna að auglýsingarnar eru ekki að leita frá einkareknum miðlunum yfir á ríkisútvarpið, það eru að leita yfir á samfélagsmiðlana, þannig að það þarf að skoða þetta í miklu víðara samhengi heldur en bara þessu. Ég hef líka lítalega á það sko öflugt almannaútvarp og það til dæmis að sveitarfélög geta auglýst og fyrirtæki geta auglýst öllu almannaútvarpi, það er líka svo sem hluta svona upplýsingaveitu til landsmanna allra. Þetta er með mikla dreifingu, mikla hlustun og svo framvegis, þannig að það eru alls konar þættir sem það er að skoða. En það sem er alveg á hreinu er það að við þurfum að styðja betur við einkarekna fjölmiðla á Íslandi, efla umhverfið og það var áhugavert að á fundi Norðurlandaráðs, Íslandsdeild Norðurlandaráðs, þá voru svolítið að ræða þetta í svona hópi sósíaldemókrata þar, þá er nákvæmlega sama umræðan í gangi í hinum Norðurlandanum. Þó að markaðurinn sé miklu stærri, að þá er bara orðin þessi alþjóðlega samkeppni og þessi keppni við samfélagsmiðlana er að veikja stöðu fjölmiðla og það er hættulegt fyrir lýðræðið. Þið voru nú að fara yfir ákveðnar fréttir og svona hvernig sótt er að lýðræðinu víða og það má eiginlega segja já, heyrði þetta kvót ekki eitthvað í útvarpinu? Nei, það var Sigmundur Ernir Rúnarsson í þinginu, mér fannst það svo gott kvót. Það má rauninni segja það að sko lýðræði hefur aldrei mikið þurft á öflugum fjölmiðlum að halda og þeir hafa aldrei verið jafn veikari og akkúrat í dag. Mér finnst þetta ramma svolítið inn verkefni. Það voru kannski ekki marginir á þingi sem eru á mótið í prinsipelt að ríkið styrki fjölmiðla.
Það er kannski 7. Já, sko, það kom mér svolítið óvart í umræðinni út af því sjálfstæðismennir héldu nú miklar og innblásnar ræður það þeir væru á móti ríkisstyrkjum til einkarekinna fjölmiðla. Það sér það á Mogganum, hann eiginlega búinn að skipta skoðun því hann búinn að vera með greinaflokkum hvernig þetta er í öðrum löndum og verið að benda á að miðað við reglurnar sem eru í öðrum löndum að þá myndi hann raunverulega fá meira heldur en aðrir. Þannig að mér finnst hann vera komin í þá vörn að hann vil bara fá stærri sneið. Já, Morgunblaðið það sko, en sjálfstæðismennir héldu innblásnar ræður það þeir væru raun á móti því að ríkið væri að styrkja einkarekna fjölmiðla. Svo kom en. Já, og meira þess að lögðu svo til breytingartillögu því að þau voru svo reiðir að það verið verið að lækka hámarkshlutfall úr 25% í 22%, að það var forsenda þess að þeir gátu ekki samþykkt frumvarpið, þannig að þeir voru raun og ósáttir að það væri ekki hærra hlutfall sem að ríkið ætlaði að styrkja einkarekna fjölmiðla, en eins og segi, þeir töluðu kannski svolítið í hringi í þessu máli. En ef ríkið er að styrkja fjölmiðla, af hverju tekur ekki ríkið bara ákvörðun það hvernig það deilur út peningunum í staðinn fyrir að vera elda markaðinn? Við getum tekið kannski fyrirbrigði eins og Viðskiptablaðið sem er ábyggilega með mjög fáar einstaklingsáskriftir sem að þið eru með ríkissjóð sem að ég myndi halda að væri að deila út frá mjög svona hagsmunum einstaklingana. En þeir eru með mikið af auglýsingafé sem að fyrirtæki borga til þess að halda út í svona tilteknum svona sjónarmiðum og miðað við þess að 25% ritstjórnar endurgreiðslu að þá ef að ég auglýsi fyrir 150.000 í Viðskiptablaðinu þá kemur þú með pening á móti til þess að bæta það upp. Þannig af hverju eru við að niðurgreiða svona fjölmiðlum sem eru eiginlega bara hinir ríkustu og öflugustu í samfélaginu sem halda út í sínum áróðsritum? Af hverju er ríkið að ýta undir það? Það er kannski mikilvægt að halda til haga að endurgreiðslan og styrkurinn er rekstrakostnaður en ekki auglýsingakostnaður per se. Þú notar auglýsingatekjurnar til þess að búa til rekstrakostnað? Akkurat, en þetta er bara hlutfallstala að því sem fjölmiðlinn setur þá í framleiðslu. Ég spyr að því, af hverju er verið að elta hvernig markaðurinn skilur þetta eftir og markaðurinn er náttúrulega stóru hluti hinni fjársterku, allir ekki helmingurinn af tekjunum að eru auglýsingatekjur og rúmlega það því að bæði Mogginn og Vísir eru ekki með áskriftarkerfi heldur gefar áskriftina sína öfugt við alla svona miðla á Norðurlöndunum, þá gefa þeir áskriftina, halda þar leiðandi niðri verði á þeim sem er að selja áskrift af því þeir að gefa fréttir alla daga, halda líka niðri verðinu á netauglýsingum. Af hverju styrkir ríki ekki bara á fjölmiðlum sem við þurfum á að halda til að halda upp öflugu lýðræðissamfélagi? Hver á að velja það? Ég meira að spyrja, af hverju ætti markaðurinn að gera það? Ef við teljum okkur ekki geta gert það, ef við láta auglýsendur hjá Viðskiptablaðinu ákveða það? Akkurat, ég heyri alveg það svo að segja og framsetningun á því. Það er mikilvægt og ég held að það sé mjög mikilvægt að skapa bara traust á kerfinu og þetta eru formstyrkir en ekki efnisstyrkir. Þannig að það er ekki að taka afstöðu til þess hvernig er talað hið opinbera hvort þetta komi úr vinstri eða hægri eða hvaðan efnistökin koma. Það er rauninni bara að styrkja hlutfall af þeim kostnaði sem settur í ritstjórn og framleiðslu á efni og ég held að það sé nauðsynlegt til að skapa sátt það að ríkið sé útdeila fjármunum í svona kerfi að það sé algjörlega óháð því hvaðan þú kemur úr pólitík, hvort þú fáir styrkin ekki eða hver skilaboðin eru eða hvort þú sé með tengsl við fjársterka aðila eða bara einstaklinga. Það er erfitt leið þú ferð að reyna að ákveða hverjir eiga skilið að fá styrki eða ekki, þá getur það bara hættulegt eftir hver situr við stjórnvölinn, hverjir fá styrki. Þá getur við farið í kerfið sem var áður að þú fæddist. Það var 1990, þá var kerfið þannig að ríki keypti á hverju blaði svona 200-250 áskriftir sem gat skipt máli. Þess vegna gat Alþýðublaðið hangið. En þeir getur líka Mogganum, getur ekki fleiri á honum af því að það Moggi væri sterkari. Og svo þegar ríkið þurfti að auglýsa, að það auglýsur allstaðar, fengu allir sömu auglýsingarnar. Núna er ekki eins og reglur á því að ríkisfyrirtæki þau geta auglýst á Facebook, þau geta bara hentus úr landi. Þannig að það er ýmis konar svona reglur sem eru til jafnaðar, af því að þú erum í jafnaðarflokknum. Það er eins og þær hafa bara horfið eitthvað starf á leiðinni að nú verðum við bara styrkja í takt við það sem að markaðurinn ákveður að sé mest virði sem að getur verið Viðskiptablaðið sem að við vitum alveg er keyrt bara áfram af fyrirtækjunum. Það er engin einstaklingur áskrifandi af Viðskiptablaðinu.
Nei, þetta kannski svolítið í anda þess sem þessi breytingar til á þessu fyrirkomulagi felur í sér. Þú veist, að það sé í rauninni lægra hlutfall að heildarkostnaðinu sem hámarkinu sem hver og einn aðili fer og þá kannski komið nær því að fleiri geta fengið ákveðið styrk úr þessum potti. En aftur, við erum kannski svolítið farnir að fabulera hvernig kerfið verður eftir þessa heildarendurskoðun og erfitt fyrir mig að tjá mig það sem ég hef ekki innsýn inn í svona hvaða vinna og hvernig tillögurnar líta út. En ég treysti því að þið takið virkan þátt í þeirri umræðu og þið takið líka þátt í samráðsferlinu og þið hafa náttúrulega mikla reynslu, maður hefur fylgst með ykkur alveg frá því náttúrulega lengi á fjölmiðlum en þessi Seltirningur var það náttúrulega mikil heiður þegar Hringbraut opnaði á Eiðistorgi og vorum með fjölmiðlafyrirtæki á Seltjarnarnesi. Og ég tók við því fyrsta pólitíska viðtalið. Akkurat, þannig ég veit alveg hvers slags eldhugar sita hér og hvað þið hafa lagt í fjölmiðlun á Íslandi. En ég treysti því að þið takið virkan þátt í að móta þessar tillögur með okkur. Eitt galli, ef ég má getum það. Þetta þannig að í lok þessa árs að þá fær fjölmiðill styrk fyrir komandi ár, 2026, miðað við ritstjórnarkostnað árinu 2024. Það þýðir það að fjölmiðill sem í vexti, eins og til dæmis Samstöðin, fær hlutfallslega minna. Vegna þess að það hefur verið að miða við þegar við vorum kannski bara 60% af því sem við erum núna. Þannig að við höfum aldrei, hugmyndin 25%, þá höfum við aldrei möguleika á nánema kannski svona 18% endurgreiðslu út á ritstjórnarkostnað. Fjölmiðill sem búinn að vera lengi, eða fjölmiðill sem í hnígnun, að hann fær hlutfallslega meira. Þetta svona, það vantar eiginlega virðingun á nýsköpun því að þarna býrðu til kerfi sem veldur því að svona fyrstu 2-3 árin sem að þú lifir, ertu raunverulega þá styrkinir að vinna á móti þér. Því að þú sem búin að vera lengi, með sömu þjónustu og ég, að þú fær hærri styrk heldur ég og getur þarlandi veitt þínum viðskiptavinum betri þjónustu. Þannig mér þetta líka ágalli og ég sé ekkert að því að þessu veitir bara nýsköpunarstyrkir í fjölmiðlum til þess að ýta undir nýsköpun því það ekki endilega víst að gömlu sem hafa komið sér fyrir og ýta öðrum í burtu séu endilega þeir sem eru bestir í því að viðhalda öflugri fjölmiðlum. Já, svo það líka svona eins og sérrit, eins og ff7.is til dæmis. Það svona sérrit ferðalög og þar eru 2 starfsmenn en þeir þurftu að vera með 3 til að fá styrk. Það er sama krafa og í Noregi. Samt við með þetta okkar litla tungumál og við hér þarf að fylla upp sömu skilyrðir í Noregi. Þetta eitt af því sem er ekki sanngjarnt. Nei, en einmitt þegar rekstrarumhverfið mjög erfitt þá hætta á því að það verði smá trójuhestabragur á rekstri fjölmiðla og sérhagsmunir séu undir erindi almannahagsmuna. Það meðal annars þess vegna sem að fólk hefur miklar áhyggjur núna. Þú sagðir áðan, við ætlum að auka styrk við einkarekna fjölmiðla. Hvernig? Já, eins og það segi, það þessar tillögur sem að Logi að vinna inn í ráðuneytinu. Við erum alltaf núna með þessa beinu styrki, fjármunum sem við erum að fjalla hér en það svona verið að skoða líka bara umhverfið í heild sinni og hvort sé þetta að gera eitthvað ekstralega hvata og hlutverk RÚV, hvort að þau sé að draga súrefni úr markaðnum og svo framvegis. Þannig að það verið að skoða bara marga þætti, það sem ráðherra við komið inn á en eins og ég segi, það ekki komið á það stig að þessi komið til þingsins en ég hef ekki séð þessa tillögur en það verið að safna reynslusögum frá öðrum löndum líka og einmitt bara frá vettvangnum hér þannig að ég held að það sé raunverulega allt undir þegar verið að skoða þessi mál. Þú hefur virkilega áhyggjur af þessari stöðu sem að uppi Já, eins og ég sagði á hann, eins og ég vitnaði Sigmund Erni, að það skiptir gríðarlega miklu máli á þessum tímum að við séum með virka og öfluga og gagnrýna og sjálfstæða fjölmiðla á Íslandi og bara allan heim. Þegar við búum í 400.000 manna landi að þá náttúrulega mikill markaðsbrestur gagnvart fjölmiðlum. Svo hafið þið farið náttúrulega líka yfir það að það geta verið fjársterkir aðilar sem vilja stýra umræðinni, þannig að það getur verið svona fákeppnismarkaðar í ofanálag. Þannig að það eru margar hættur sem við þurfum að vera meðvituð en við þurfum náttúrulega að skapa samt kerfi sem einmitt bara opið og gagnsætt og svona ríkið traustun því það er líka hættulegt ef að stjórnmálin fara að hafa puttana í því hvaða fréttur eru sagðar og hvaða má segja og hvað ekki. Þannig að þetta svona það verkefni sem við horfum fram á. En það sem við vorum að afgreiða sérst í dag og ég heyri líka sem Gunnar Smári segir varðandi hvaða ár eru viðmiðið. Þetta náttúrulega kannski litaði líka svolítið að því að við sem að gera þetta svona í lok árs
Það hefur mun eðlilegra að við værum að sækja samþykkja þetta á vorþinginu. Þetta kerfi sem var í gamla kerfinu, sko? Já, en ef við höfum verið að samþykkja þetta í janúar, febrúar, þá hefur náttúrulega viðmiðið verið sko síðasta ár, sem náttúrulega bara eðlilegt, því að 2025, þú veist ekki hvað þú ert að fara að setja mikið í ritstjórn 2025 og það er þetta að sækja út frá því og ennþá er við að vera með eitthvað svona loforð hvað þú ætlar að verja í ritstjórn og framleiðslu 2026, sérstaklega í viðkvæmu rekstrarumhverfi þar sem að fjölmiðlar eru bara standa ekkert, já, það getur bara ýmislegt komið upp á í rekstrinum. Þannig að það er alls konar svona kannski, já, virtist kannski ósanngjarnt varðandi þessa útfærslu, enda er hún ekki heil og ekki eitthvað sem við erum gift og erum þess vegna að endurskoða kerfið í heild sinni. En þessar 500 milljónir sem að Alþingi var að samþykkja í dag að renni til einkarekinna fjölmiðla með þess að lækkuðu þaki þannig að fari meira til minni miðlana út allt land. Ég tel það mikið heillaskref og það er bara mjög gott að í rauninni þinginu að afgreiða þetta svona hratt og vel á haustþingi. Það voru átök í þinginu og það verða átök í þinginu. Þingið byrjar eins og það endaði. Það er ekki þannig að sé svona meiri sáttatónn í þinginu og ljóst að mál munu fara í gegn í meiri friði. Það er ekki þannig. Já, þú segir það sko, ég segi nú aðalega, ég segi að búin að svona smá spennufalli bara að segja að þingið byrja aftur sko. Maður var svo vanur alls konar átökum og endalausu karpi og núna, finnst þér? Já, þetta eru líka bara núna í mikið af fyrstu umræðum málum, það er bara að vera að kynna málin, það er eftir að fara inn til nefndar og svo kemur hitinn í afgreiðslunum og þegar fer að líða svona nær bæði því að afgreiða fjárlögin og þinglögin, þannig að maður Svo hitnar í kolunum. En eins og er mörg mál sem bara voru felld niður í sumar, það var mörg mál sem að ríkisstjórnin vildi ná í gegn en náði ekki í gegn. Verður þeim málum keyrt í gegn á haustþingi? Sko, flest þessara mála hafa verið endurflutt á þinginu og mörg þeirra hafa fengið svolítið svona hraða og góða meðferð í nefndunum þegar umsagnaraðilar ekkert að breyta sínu umsögn og það er ekkert nýtt sem kemur fram að þá hefur til dæmis verið ágætis sátt eins og í þessu fjölmiðlamáli að fara með það í gegnum svolítið svona hraðari meðferð nefnda, bara til að afgreiða hraðar. Þannig að mér finnst það að vera svona dæmi það vissulega auðvitað er fólk kannski að skiptast á skoðunum og er ekki sammála niðurstöður en það sem hefur verið gott í haust að mínum mati er það að svona það hefur verið aukið samstarf milli meira og minnihluta og svona aukið skilningur á að þingi verður að virka. Þú ert þingflokksformaður án þess að hafa mikla þingreynslu. Það er stjórnmálafræðingur sem hélt því fram að það veri galli. Svo er annar stjórnmálafræðingur sem hélt því fram að það veri kostur. Það væri eiginlega líklegra því minni reynsla sem þingflokksformennir hefðu, því líklegra væri þau myndu finna skárri vinnubrögð heldur hingað til þau verið. Hvernig er þetta? Þetta er svolítið erfitt starf að detta inn í, eða ekki? Þetta er alveg krefjandi verkefni að vera þingflokksformaður, það verður að segja sko, en ég myndi nú segja og nú hefur maður alveg kynst bara nokkrum þingflokksformönnum og rætt líka við fyrirverandi þingflokksformenn og svona, þú veist það sem maður er búin að læra þó að þessum stutta tíma, þetta snýst nú kannski aðalega bara mikil samskipti. Á sér í miklum og góðum samskiptum við þingflokkinn, við samstarfsflokkana og minnihlutann. Þingið í eðli sínu er ekki flókin vettvangur, ekki svona hvernig svona þingstörfin ganga, en það sem er flókið er náttúrulega bara samskipti einstaklinga í þinginu eins og öllum vinnustöðum. Þannig og ég ætla ekki að vera að setja mig eitthvað dómarasæti hvernig ég stend mig í því, en sko ef ég væri að velja þingflokksformann eða mæla með einhvern öðrum þingflokki. Það verður aldrei valið þig. Þá myndi ég leggja áherslu á það að vera góður í mannlegum samskiptum og geta unnið vel með fólki, leitt fólk saman. Ég held að það sé lykilatriði til að ná árangri í þessu starfi. Það þarf að vera svona mixer. Já, maður þarf að geta hlusta á ólík sjónarmið, hvort sem það er innan flokka eða milli flokka eða hvernig sem það er og maður þarf að geta að miðla málum og maður þarf að hafa áhuga á fólki og maður má ekki vera of háum hesti. Þeir eru heppin sko, stjórnarandstaðan er frekar léleg og sérstaklega óvinsæl, þetta er óvinsæl stjórnarandstaða bara í heimi og þannig að þið þurfið kannski ekkert að sína eitthvað besta frá degi til dags. Já, það er nú talað við þau samt. Heldurðu að Sjálfstæðisflokkurinn haldi meirihluta á Seltjarnarnesi? Ég á erfitt með að sjá það gerast. Nú, það hefur gerst hingað til. Já, en það hefur náttúrulega bara verið mikil stígandi hjá öðrum flokkum á Seltjarnarnesi og mikið svona molnað undan sjálfstæðismönnum á Seltjarnarnesi og það er líka bara rík ástæða fyrir því. Ég meina, við erum að tala um flokk sem hefur verið frá stofnun sveitarfélags sem er hreinan meirihluta og gríðarlega öflugan og sterkan meirihluta og vinsælan meirihluta í sveitarfélagi. Það er nú. Já, og hingað til hafa þau ná að vera með lága skattprósentu og góða þjónustu.
Núna í næstu 10 ár hafa verið rekin með hallarekstri. Þau eru komin með, nú var ég ekki alveg inn í síðustu ársreikningavinnu, en þeir eru að nálgast 4 milljarða sem gríðarlegt. Það eins og tekjur heils árs sem eru komin í uppsafnaðan halla. Þeir neitast að horfast í augu við það að þau eru að veita meiri þjónustu en þau innheimta í skatta, en eru ekki tilbúin að skoða útsvarsprósentina. Íbúarnir eru hreinlega farin að hrópa eftir af hverju getum við ekki borgað meiri inn að sameiginlega sjóð, þetta húsfélag okkar, til að reka skólan eins og við viljum að börnin okkar fái þjónustu, að eldri borgararnir fái sína þjónustu og svo framvegis. Þeir eru bara föst í svona kreddu hugsjón sem að ég upplifa allavega Seltirningar séu algjörlega komnir með nóg af. Það eru kröfugöngur á Seltjarnarnesi þar sem fólk segir hækkið útsvarið. Það kallar allavega eftir stjórnvöldum sem getur náð þannig böndum á reksturinn að við hættum að safna hallarekstri og við séum ekki að skera niður hérna í þjónustu við börnin okkar. Fyrir fólk sem bara les ársreikningin og kynni sér þetta, þá er alveg augljóst að við erum að innheimta lítið útsvar. Rekstrarmódel sveitarfélaga á Íslandi byggist á því að þú sért að vaxa. Á sért að selja lóðir, brjóta land og svo framvegis, en það sjáum við þá öllum sveitarfélögum sem skila jákvæður rekstri, það eru sveitarfélögum sem eru að vaxa, eru að selja byggingarétt eða lóðir og svo framvegis. Þið að gera það? Seltjarnarnes bara seldi síðustu lóðina sinna 2007. Og nánast síðan þá höfum við verið með hallarekstur og ítt á undan okkur öllu viðhaldi. Það er náttúrulega ekki landið það. En þessi Gróttubyggð þarna eða hvað? Gróttubyggð var skipulagt 2002. Og Seltjarnarnesbær var þá búinn að selja lóðina þannig að þau ekki fengið tekjur af því. Byggingaréttargjöldin standa ekki undir í raun uppbyggingu hverfisins, bara það sem kostar sveitarfélagið að byggja upp innviði fyrir hverfið. Meirihlutinn vildi ekki samþykkja tillögur Samfylkingarinnar að leggja á innviðagjöld, þannig að uppbyggingaraðilar þessa hverfis myndu taka þátt í því að stækka leikskólann, sem risaverkefni sem verið að fara í núna, kostar 1200 milljónir, en þessir uppbyggingaraðilar tóka ekki þátt í þeim kostnaði. Þeir hins vegar bara skipuleggja þarna nýja byggð, komið nýja íbúð að selja mjög dýrar eignir og bara græða á því. Og svo var það náttúrulega miður að í þessu ferli þegar að vera að skipuleggja Gróttubyggðina að þá var í rauninni formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar, hann var starfsmaður þess fyrirtæki sem átti byggingalandið og var að skipuleggja lóðurnar og óska eftir meira lóðamagni og fleiri íbúðum, og þegar við í Samfylkingunni, við getum alveg stutt við það að fjölga íbúðum, en okkur fannst þá eðlilegt að það væri innheimt innviðagjöld. Það var ekki vilji til að gera það og því situr sveitarfélagið eftir í súpunni núna að þarf að borga reikningin fyrir innviðina, borga reikningin fyrir að stækka skólana, en ekki með efni á því að reka í rauninni grunnreksturinn, bara skólan og annað án að reka það yfirdrætti. Smára og Björn, heyrið það, byggðakosningarnar eru víst spennandi. Guðmundur, takk fyrir að koma hingað og ræða fjölmiðlamálið og þingið og koma með þessa fréttaskýringu sveitarstjórnarmálið í Seltjarnarnesi. Og Björn og Sigurjón, takk fyrir, og ykkur takk fyrir sem var að hlusta. Minni á að hérna framundan er Rauðaborðið. Ef þú ert að horfa á Facebook eða á YouTube þá þarftu að finna nýjan straum þar sem Rauðaborðið kemur, en ef þú ert að horfa í sjónvarpið eða hlusta í útvarpið þá engra áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er handað við hornið. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is